Fellskoti í glæsilega aðstöðu á Þorgeiri Ólafssyni og Birgittu Bjarnadóttur. Komið þið sæl og blessuð. Sæl. Þið byrjið kannski aðeins að segja mig frá því hvað er með mörg pláss fyrir hross hér í Fellskoti og hvaða starfsemi er þið með? Þorgeir, þú byrjar. Það eru pláss fyrir 35 hross hérna. Það er nú ekki alveg fullt en já, erum bara að temja og þjálfa fyrir fólk og svona. Hinn og þessa? Já, hinn og þessa. Já. Og Birgitta, þið leigið hér hjá þeim hjónum í Fellskoti. Hvernig er það samstarf og hvernig líkar ykkur? Við erum búin að vera hérna núna í 1,5 ár og þetta gengur bara mjög vel. Við erum mjög ánægð hérna og virkilega skemmtileg hross sem við erum með fyrir þau. Mjög efnileg hross. Og já, bara getum ekki beðið betra samstarf. Þannig að þið í rauninni leigið aðstöðu hér og temjið upp í það? Já. Og búið þið hér í Fellskoti líka það? Já, núna í september þá fluttum við hérna á hlaðið. Áður byggum við hérna bara nokkrum metrum frá en nú erum við flutt á hlaðið og það eru 5 metrar að labba inn í hús. Já. Þannig að þetta er drauma staður fyrir það? Já. Hvernig eru aðstæða til útreiða hér? Við erum mjög heppin með það að þau hafa búið til reiðveg hérna inn á lóðinni þeirra. Þannig að við þurfum ekki að fara út á þjóðveg. Við erum náttúrulega við Gullfoss og Geysi og það væri alveg hrikalegt að þurfa að ríða alltaf út á veg sko, því að það er bara rúta eftir rútu en við erum með mjög fína reiðveg sem við getum líka rekið á. Já, svo er bara bakkarnir hérna á Tungufljótinu. Bara endalausir alveg og ekki hægt að biðja betra reiðfæri en það sko. Og svo er líka inniaðstæða sem hægt er að nýta hér í Fellskoti, eða ekki? Jú, það er svona smá inniaðstæða sem hægt er að gera eitthvað smá dund svona. Mjög góð til frumtalninga og svona. Ef við þurfum að gera eitthvað meira þá keyrum við bara þetta flúðir. Það tekur svona 7 mínútur eða eitthvað. Komist þá í reiðu til að þar? Já. Já, þið segið þið eru með, hvað er þið með mörg hross segið á járnum núna? Við erum með svona cirka 30. Við viljum ekki vera með mikið meira. Við erum náttúrulega bara 2. En það er mikið að 4 trippum inn í þessu og hvað erum við með? Cirka 12 held ég, 4. En er það ekki bara ráð að rölda aðeins í gegnum húsið og aðtuga hvað er í stígunum hjá okkur? Jú. Hér eru við með rauðblesóttan hest. Hver er þetta? Þetta er stóðhestur á 7. vetur undan Rauðskegg Kjarnholdum. Bara, já, virkilega efnilegur 5-gangari. Fór í byggingadóm í fyrra og fekk þar 8,48. Og hver eigu er hann? Stjáni Ketils á hann. Ok, glæsilegt. Fyrir aftan hann hérna rauður hestur. Þetta er stóðhestur á 4. vetur undan Konsert frá Hofi og Þingey frá Torfunesi sem er með til dæmis með 10 skeið. Já, efnilegur hestur. Já, mjög skemmtilegur. Hefur tekist vel til með tannagóðunum? Já, svona rýmishjálkur og hjálkur sem 400 trifi. Nei, já, mjög skemmtilegur hestur. Ef við förum hérna þá tökum við þetta að sýtta hvað er rauðblesótt. Þetta er stóðhestur á 4. vetur undan Hrók frá Hjarðartúni. Hann er frá Skíðbakka þessi, Birgitta ræktaði þennan. Gaman að vera með sína eigin ræktun? Jú, mjög. Ég er með 3 hérna undan sömur hrissunni. Já, veit hvað er hrissu það? Hún heitir Tinna frá Kimbastöðum. Bara eina merinn sem við erum að rækta undan heima á Skíðbakka. Þetta er nú svona eitt af þeir út af Hróki, hvernig líkar ykkur? Ég kynntist Hróka hans á 4. vetur og ég varð rosalega hrifin af honum og ákvað að halda undir hann. Og hann byrjaði bara skemmtilega, rosalega þægur og ég ætla allavega ekki að taka kúlurnar strax. Það er von. Já. Hér fyrir velum í teppi Grúntross. Þetta er geldingur frá Hólaborg. Þetta er bróðir Ronju frá Hólaborg sem Árni sýndi í fyrra. Þetta er geldingur sem við stefnum með í keppni. Hann er búinn að fara í 6,76 vetra. Myndar hestur? Já, ég held að hann sé alveg 1,50 á stöng. Þetta er alveg helvíti stór hestur. Allið hestur eða klárhestur? Klárhestur. Spennandi. Hérna er brún.
Þetta er stóðhestur á fjórðavetur undan Kolskegg frá Kjarnholtum. Já, bara svona jafnvígur allega hestur. Svona, já, spennandi. Já, hér, Birgitta. Þetta er hrissa sem að Þorgeir sýndi fyrra undan Aðal frá Nýjabæ, klárhrissa. Fór í til dæmis í 8-5 tölt, fór hérna 8-5 og 8, klárhrissa. Hvaðan er hún? Hún er frá Hrygg. Fjóla, Kristinsdóttir og Snorri Já. Eiga hana? eiga hana. Hérna Þorgeir, vorum við búið með þennan? Nei. Nei, þetta er Arjónssonur frá Leirlegg á 5. vetur. Svona, já, spennandi allega hestur. Þið eru nú að sjá það lítið mikið, þetta er undan svona sittkorum hestum minna. Þið eru að fá nasaþefina mörgum stóðhestum. Með ykkur uppáhald í því? Já, maður myndar sér náttúrulega alltaf skoðun, sko. Þessi er til dæmis í miklu uppáhaldi. Já. Jú, maður myndar sér alveg skoðun á þessum stóðhestum, sko. Já. Þannig að maður fær að kynnast svona miklu úrvali, sko. Já, þetta er spennandi fyrir ungt fólk að fá svolítið mikið að þreifa á. Já. Birgitta, hér erum við með glesótt. Já, þessi er frá Túnsbergi. Já. Hún er undan Kvist frá Skagaströnd. Bara efnilega meiri á 5. vetur. Þetta er heldur gott þema, ég ákveð að skipta svona bara til hliðar og Þorgeir er hérna stóðhestur með. Þetta er stóðhestur á 4. vetur undan Sæ frá Bakkakoti. Hún er til dæmis sammæðra Aðalsdóttirinn hérna hinum meginn. Já. Þau eiga þennan Fjóla og Snorri líka. Já. Þetta er sestur? Já, klárastur svona, spennandi. Leikálóttur? Já. Hérna er hrissa í miklu uppáhaldi á 5. vetur. Þessi er frá Fellskoti. Þetta er Sjóðsdóttir. Þetta er systir hennar Snilld sem að Þorgeir gerði það gott með uppsveitildinni. Já. Stemt með hana í Kimbaldudóm þá í vor eða? Já, það er svona stefnan. Undan hverju það væri? Hún er undan Sjóð. Já, Sjóðtík. Já. Ok. Hér er dökkjarpur faxprúður. Já, þetta er sem sagt fóli á 4. vetur undan Sumir á Hnokki frá Fellskoti og Gaum, Auðsóldsjölu. Þetta er, já, við bindum mikla vonum við þennan, sko. Þetta er spennandi hestur. Er þetta efni heimsmeistara eins og bróðurinn? Maður veit ekkert um það, sko. Það er bara tímanlega ljós, sko. Já, það er að koma í ljós. Já. Birgitta? Hérna er Sveinsson frá Skíðbakka, keppnishesturinn minn. Já. Þennan ræktaði ég sjálf, fyrsta ræktunum mín. Það var svona skemmtileg saga. Ég keypti fólatóllinn undir Sveinharvar fyrir fermingarpeningana. Já. Það var góð fjárfesting. Ég sé ekki eftir henni, sko. Þú ert búinn að vera að keppa á þessum hestum með fínum árangri. Já, bara ágætis árangri. Ég í fjórgangs slagframtölti og tölti. Já. Svona fjölhæfur. Og þú varst með hann í uppsöldildinu, eða ekki? Jú, í fjórgangnum. Ég sé að hann er líka í teppi, þannig að honum má ekki vera kalt. Nei, það er erfitt að ná honum úr hárum. Ég er svona aðeins að reyna að vinna í því, sko. Hér er rauðskjótt. Þetta er fóli á 4. vetur undan Konsert frá Hofi. Og hann á þennan Guðbrandi stígur. Þetta er efnilegur allega hestur. Þetta er annar stóðhesturinn sem eru með undan Konsert frá Hofi og þú náttúrulega kannski kynntist honum í starfið þínu á Jakobi Svavari á sínum tíma. Hvernig finnst þér vera að koma undan honum? Ég er hrifinn að báða með þessum hestum, sko. Opbóðslega kraftmiklir og svona næmir, mjög næmir. Já, þeir allavega bjóða manni helling. Já, efnishestar. Já, mjög. Þannig að Konsert lofar góðu, er það sem þið þekkið? Ég er hrifinn að þessu allavega. Birgitta, hér er rautt. Hérna er hrissa sem að Þorgeir á. Hún er undan Skýr frá Skálagötu og þetta er hrissa sem er sammæðra hálmána frá Skrúð. Steinsholti. Nei, Steinsholti. Já. Hálmána frá Steinsholti. Já. Hvernig eignaðist þú þessa hrissu, Þorgeir? Kobbi gaf mér þessa þegar ég var að vinna á Fákshólum. Þetta var örugglega einhver uppbót, sko. Og gott hross, ég veit að þú ert búinn að sýna hann í Kimbaldómi, gekk það ekki vel? Jú, hún fekk svona 8-5 á flestum stöðum, klárhrissa. Glæsilegt. Hér er glaseitt.
Hérna er mikið hestagull, þessi er bara 4. vetur, þessi er undan Dögg frá Breiðholti, heiðursvelunarhausunni Dögg og Hring frá Gunnarsstöðum. Já. Þetta er mikið klárhestsefni. Já. Fallega á að líta það svona vakandi. Já, Þannig að þið haldið að þetta verði stjarna landsmótsins. ef það verður landsmót, já. Já, hún er glæsileg. Já, hún er það. Eigum við þá að kíkja yfir í hinn helminginn. Já. Grá hrissa, Birgitta. Þetta er hrissa í eigu í fjölskyldu minnar. Héla frá Skíðbakka, undan Hróa frá Flekkudal. Já. Þetta er sýnd hrissa, ég sýndi hana í fyrra. Fór í þá skemmtilegu tölu 799. Þannig að þú bara fór ekki í fyrstu en þú fækst annan vetur til að þjálfa hana og... Já, ég ætla svona að stefna með hana í 5 gang og svona og jafnvel að renna henni aftur í sumar. Já. Í tóm. Komin yfir 8. Já, Þorgeir, hér er Jarl. Þessi er líka undan heiðursvelunarhausunni Dögg, Breiðholti og Spuna, meiri á 5. vetur. Í hverja eigu eru þessi 2 undan Dögg? Hann Óskar Eyjóls Já. sem átti Hjarðarbúni. Já. Sem að Birgitta var einmitt að starfa hjá á sínum tíma. já, Þannig að þar kemur tengingin. já. Hann hélt eftir Dögg og afkvæmunum hennar. Glæsilegt. Birgitta, hér er brún nösóttur. Já, þetta er hrissa á 5. vetur. Þetta er sem sagt úr minni ræktun. Aktív frá Skíðbakka. Ég seldi þessa hrissu bara í síðasta mánuði. En hún verður hérna fram yfir landsmót. Og undan hverju er hún? Hún er undan Freyði frá Sigriðekjum. Það er hestur sem ég keypti þegar ég var að vinna hjá Gumma Björgvins. Hver erlendur aðili sem keypti hana? Já, Þjóðveri. Og ásjön að fara út eftir landsmót, segirðu? Já, ekkert um henni haust. Ok. Hér er einhver drottning sem þið sýnist hafa það frekar náðugt. Já, hún lætur fara vel að sig þessi. Þetta er hver? Þetta er Snilld. Já. Álfsdóttir. Bara algjör geðingur. Já, það var gaman að ég sá ykkur hérna, allavega 2 kvöld, og þetta er svona ákaflega létt stíg og mikil mýktar hrissa. Er þetta ekki bara efni í það að verða stórgóð ræktunur hrissa hér á bænum síðan þegar framlíða stendir? Jú, ég held að það sé stefnan. Allavega einhvern tímann. Er hún sýnd í Kimbundómi? Já, ég sýndi hana í síðasta sumar. Með 8.33 fyrir hæfileika. Já. 8.25 í aðalengun. Og lætur fara vel um sig. Já. Ok, þá er það næsta, Birgitta. Hérna er fyrstu veluna klárhrissa undan Stála frá Kjarri og þessi er líka frá Hrygg eins og 2 önnur hérna, þau eru öll sammæðra. Já. Glæsilegt. Það er gott að eiga gott samstarf við fólk. Það er greinleitt að það eru með 3 frá ykkur að það var nú ekki verið að gera eitthvað slæmavinnu. Nei, þetta er gott fólk, það er gaman að hafa gott fólk í kringu sig. Móalóttur, eða móalótt. Þetta er meiri á 4. vetur frá Kjarnholdum, undan henni Heru frá Kjarnholdum. Þess að sammæðra kolskegg og rauðskegg, undan Óm frá Kvistum. Þetta er bara, já, virkilega spennandi alliða meiri. Í eigu Magnúsar? Nei, hún er ekki í eigu Magnúsar. Hún er búin að selja þessa. Þetta er Gylfi Gíslason sem á þessa. Já. Og lofar góðu? Já, hún er mjög spennandi þessi. Okay. Birgitta, þú tekur hér bleikan. Þessi var nú bara komið í síðustu viku, þetta er geldingur undan Stála. Já. Sem á bara að Frá Leirulæk. Á að temja. Já, þar gerir mikið í samstarfið þau á Leirulæk og já. Svona eitthvað aðeins að kíkja á hann. Já, hvað er í þessu? Já. En ég veit að þið eru með annað hestus hérna, eigum við ekki að kíkja þangað? Jú. Þá erum við komin hérna í neðra húsið þar sem þau hafa það virkilega gott í rúmgóðum 2 hesta stígum. Við byrjum hérna á Jarpskjóttur í Þorgeir. Þetta er skeiðdrottningin, Ögrun frá Leiralæk, sem sigraði skeiði í þessu dildinni. Hún bara nýkomin inn aftur núna, eignaðist fólald og bara kom inn núna í byrjun febrúar. Var ekki lengi að komast í form. Hvað var tíminn í gegnum höllina?
Það var 2.94. Er það hægt að meta það? Þeir segja að metið sé 2.92. Já, voru þið ekki bara að ljúga þér? Ég veit það ekki, ég baði að fara annars brett, þeir lofuðu mig það ekki. Ok, svo er hérna rauð. Þetta er meira á 5. vetur frá Hrepphólum, undan Rauðskegg. Þetta er svona spennandi meiri, spriklari. Birgitta, þú tekur næstu stíðu brúnkross. Hérna eru 2 4 vetra drottningar frá Hólaborg, frá Ingimari Baldvins. Þær eru báðar undan forseta frá Vorsabæ. En þessi er Sammæra Ronju frá Hólaborg. Mjög efnilegar. Efnilega báðar? Já. Báðar undan forseta, segirðu? Já. Gaman að því. Þorgeir, hér eru 2. Þessar eru báðar frá Fellskoti á 5. vetur. Þessi bleika er undan Hnotu frá Fellskoti, þess að sammæðra hnokka og óm frá Kustum. Mjög spennandi alhliða meiri. Svo er skjótt. Þessi er undan Topp frá Auðsholtshjólu. Kjarnadóttir, svona virkilega spennandi klárhrissa. Ok, þá röldu hér yfir. Það virðist vera nóg að gera hjá okkur, nóg að rossum. Það eru langi dagar. Það er ekkert annað að gera núna í ástandinu heldur en að í hestustum. Það er bara... Birgitta. Hérna er ein Ölnersdóttir. Hún er frá Villa í Ásbrú. Þessi er Sammæra Vöku frá Ásbrú sem að Jón William á. Hún fór nú hátt í fyrra. Þetta er svona spennandi alhliða meiri. Hérna er meiri á 4. vetur, undan Sjóð frá Kirkjubæ og hún er hérna frá Fellskoti. Næsileg. Hér er rauð. Þetta er meiri á 7. vetur frá Dalsholti, undan Eldjárn frá Tjaldhólum og Glaðdísi frá Kjarnholtum. Svo er hérna meiri á 4. vetur, undan Appaló. Hún er frá Hrepphólum þessi. Efnileg. Já. Svo eru það, þið eru ekki farin að fara bak þessum. Nei. Ekki alveg strax. Þessi eru hérna frá Fellskoti. Þau fóru nú á fóldasýningu daginn og tóku hvor sinn flokkin. Þetta er hestur hérna, undan Gaum. Og þetta er bróðir Snild. Og þarna er hrissa undan Hákon frá Ragnhæðarstöðum. Þess að ungstýrni uppsetana í fóldasýningum. Já. Það verður að gáða strax hvað er í pökkunum til þess að, ef með fólk er í ræktun. Já. Þetta, já. Ég þakka ykkur fyrir að hafa sýnt mér inn í hesthúsi hjá okkur, hér í Fellskoti, kannski svona spurning, eða verður landsmót, stefnið þið ekki þangað? Jú, sjálfsög. Jú. Það er allavega komið miðar í hús. Þannig að það er bara að vona að það verði og ætlið þið þá að sjálfsögða vera eitthvað í brautinni sjálfið ekki? Það er stefnan. Það er náttúrulega stefnan, svo verður bara komið ljós. Hvað við erum búin að vinna vel í vetur. Þannig að þið eru bara hress og kátt og ykkur líður vel hér upp í Biskupstungum og hafið það gott. Já. Já. Takk fyrir að taka á móti mér Þorgeir og Birgitta og gangi ykkur vel í vetur og vor og sumar. Takk. Takk sömuleiðis.